Þessi þáttur unnin í samstarfi við samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Atvinnulífið á Vestfjörðum stendur á margan hátt á krossgötum. Fiskeldið kröftug viðspyrna í atvinnulífinu og starfsemi fiskeldisfyrirtækjanna á margan hátt þvert á landfræðilega legu sveitarfélagana. Uppbygging fiskeldis hefur nú þegar haft veruleg áhrif á þróun byggða á sunnanverðum Vestfjörðum og öll áform framtíðarstarfsemi og umfang greinarinnar gera ráð fyrir miklum vexti miðað við núverandi stöðu. Ekki talið ólíklegt að allt að 15 starfa á Vestfjörðum tengist fiskeldi, með öðrum orðum, fiskeldið að verða stærsta atvinnugreinin. Í þessum þætti kynnumst við starfsemi stóru fiskeldisfyrirtækjanna fyrir vestan frá ýmsum hliðum Arnarlaxi og Arctic Fish og samfélagslegum áhrifum fiskeldis. Tölum meðal annars við sveitarstjórnarfólk áhrif fiskeldisins, heimsækjum fyrirtæki sem þjónusta greinina og tölum við ungt fólk sem hefur flutt vestur til þess að starfa við fiskeldið. Þetta Tálknafjörður. Við hefjum leikinn á því að heimsækja seiðaeldisstöð Arctic Fish sem í botni fjarðarins. Hér í botni Tálknafjarðar að finna seiðaeldisfyrirtækið Arctic Fish. Við höfum farið þarna inn og kynna okkur starfsemina en stefnt að því að Arctic Fish verði fyrsta íslenska seiðaeldisfyrirtækið til þess að ala seiði á lífrænan hátt. Hrognin koma frá Stofnfisk í Vogum og þeir eru náttúrulega með útstöðar frá sér en allt safnað saman í Vogum og við förum þangað og náum í bara hrognin. Við höfum ekki ennþá treyst almennilega, við höfum pröfað að senda með flugningsræðilum. Við viljum bara fylgjast með hrognunum alla leið, þannig að við náum í þau og komum þeim hingað. Hvað það mikið magn sem þið náir í hvert sinn? Við erum að ná í svona frá tæpum 2 milljónum og já, meiri milljón. Þrisvar á ári eins og staðan í dag sem við nálgumst hrogn. Síðan þurfum við að koma fóður í þau, það í raun það sem mest krefjandi. Það þessi hálfi mánuður frá því að við setjum seiðin hingað inn. Þá þurfum við að ná sem flestum á fóður, annars byrja þeir að deyja bara. Og við þurfum líka að ná þeim, í byrjun þá eru þeir á botninum allir. Við þurfum að ná þeim upp í vatnsyfirborðið til að fara frá botninum því að það safnast alltaf smá drulla á botnin og við viljum ekki hafa hann þar í. Sko ég byrjaði hérna í gömlu stöðinni sem var hérna. Það var gegnumstreymisstöð sem að kalla þeir en þetta svo kvöldur rastækni. Þannig að við erum að endurnýja vatnið svona 96%. Þannig að það sem hérna í karinu af vatni, við erum að skipta því út á klukktíma fresti. Í gömlu stöðinni þá var bara vatn inn og vatn út og menn spáði ekkert meira í vatnið neinu leyti. En svo þegar við förum að skoða þetta sjálf, innihaldið í vatninu, hvað í vatninu. Það svo mikið sem mikil fræði í rauninni þarf mikla kunnáttu til að spekulera í vatni. Og eftir að við náðum að komast að því hvað það væri, við fengum hjálp frá Færeyjum og það bara, raun stöðin væri ekki svona í dag viljafullir nema svo hjálp hefði komið. En við erum að greina til dæmis 30 svíni hérna að standa alla daga, allt árið. Við erum alltaf að fikra okkur framar í árið. 1. maí fór fyrsti fiskur út í ár, það viku fyrir en í fyrra og við erum 4-5 vikum á undan öðrum í að setja út fisk. Það út af gæðum vatnsins? Nei, það sennilega því að við komumst niður á tækni þar sem við kælum fiskinn fyrir útsetningu. Þannig að við kælum vatnið í tönkunum sem að fara út niður fyrir sjávarhitann. Náum því. Menn alltaf að spá á þessum köldu svæðum að koma fiskinu sem fyrst út í sjó. Og með því að gera svona eitthvað, kæla fiskinn, þannig að við séum að fylgja upp sveiflunni í sjávarhitanum, þá virðist það
hafa svo afgerandi áhrif á vöxt í sjónum. Það sem ég sýndi ykkur áðan inn í Hrognaherberginu, það raun fyrsti skammtur af organik eða lífrænt vottuðu seiðum sem við fáum og í rauninni mun það sá skammtur reka út það sem núna í stöðinni og við verðum organik allt sem kemur inn eftir í framhaldinu verður organik framleiðsla. Við þurfum að fylgja náttúrulega stöðlum sem eru settir í sambandi við lífrænt eldi, þéttleika, innihald fóðurs, já, svona hreinsiefni og svoleiðis. Við erum búin að vera aðlaga okkur þessu kerfi í nærri 2 ár. Hvaða kröfur gerir það til hreinleika vatnsins og hvernig tryggið þið hann? Það rauninni ekkert sem segir til hreinleika vatnsins en við verðum náttúrulega að halda vatninu hreinu. Ef við gerum það ekki, þá fiskurinn ekkert að vaxa sem við erum að reyna aðlaga. Ef við erum að hafa sveiflur í vatni, það ekki gott fyrir fiskina að eiga við svoleiðis alla daga. Við reynum að halda bara pH-inu stöðugu og súrefnis upptökunni eða mettunin í vatninu stöðugu líka. Það það sem ég gerir þetta, að fiskurinn ekkert að eiga við neitt nema bara að synda og taka fóður. Hann ekkert að eiga við neina breytingar í umhverfinu hjá sér. Það það sem þetta snýst um. Ég náði í mars þessi organic hrogn, núna maí. Þau koma hingað yfir 20. júní. Þá voru þetta allt orðið hreint. Allur fiskur í burtu og þrífa allt og reka allt út sem að tilheyri þessum fiski sem ekki organik. Og síðan bara í framhald af því, 3 mánuði seinna, þá fer þessi organik fiskur í næstu deild hjá okkur og þá eru sama þar. Hann rekur út og það verður þrifið og gengið frá öllu. Og þessi fiskur sem kom núna í mars, apríl næsta ár meiningin að hann fari í Ísafjarðardjúp ef allt gengur upp þar. Leyfismál og svoleiðis. Íbúum Vesturbyggðar hefur fjölgað umtalsvert á undanförnum árum og reyndar langt umfram landsmeðaltal. Bæjarstjórinn segir að ástæðan sé fyrst og fremst uppbyggingin í fiskeldi. Hún gagnrýnir stjórnvöld harðlega fyrir að veita ekki fjármunum til uppbyggingar innviða ýmissa eins og jafnan gert þegar ný atvinnustarfsemi sett á laggirnar. Áhrifin hafa verið í raun gríðarleg. Bæði náttúrulega bara aukin atvinnutækifæri og svo erum við að sjá íbúum okkur fjölga mjög hratt og við erum líka að sjá að samsetning íbúanna að breytast. Við erum að fá meira ungu fólki til okkar sem afskaplega mikið gleðiefni og við erum einnig að sjá líka bara áhrif á fasteignamarkaðinn. Fasteignaverð að hækka, það í undirbúningi mikla nýbyggingar hjá okkur og veruleg þörf á húsnæði. Það hefur staðið okkur svolítið fyrir þrifum. Þannig að áhrifin af þessari atvinnuuppbyggingu má segja, bara gríðarleg. Þið eruð rétt að detta í 1100 íbúa? Já, okkur vantar 5, eins og staðan í dag, til þess að ná því marki og sem bara mjög ánægilegt. En þetta mikil uppbygging hjá fiskeldisfyrirtækjunum sem mörg fyrirtæki njóta góðs af. En hvað með því uppbyggingu ríkisins á innviðunum? Við höfum náttúrulega ekki kannski notið neins sérstaks stuðnings hvað það varðar, eins og við kannski höfum séð í stærri verkefnum, eins og þegar við erum að sjá í tengslu við álver og aðra starfsemi. En í fiskeldinu þá höfum við ekki í rauninni notið neina sérstaklega ríkisstyrkja í að byggja upp innviði og höfum við mitt verið að horfa yfir bara það fjármagn sem hefur verið að renna til okkar, hvort að eitthvað af því megi hreinlega eyrnamerkja fiskeldi. Og það það eina sem við náðum með smá krækjum að skilgreina sem
til þess að aðstoða við uppbyggingu fiskeldisins landfylling við Bíldudalshöfn og það eru nokkur 100 milljónir og Hafnarsjóður Vesturbyggðar tekur svo restina. Þannig að þetta er ekki háir fjármunir sem hafa komið í þessa innviðu uppbyggingu og við höfum nú velt því líka fyrir okkur að ef að á að stilla þessi þannig upp að við séum loksins að fá almennilega vegasamgöngur á svæðinu út af fiskeldi, áttu þá aldrei að bæta það hjá okkur. Þannig að þetta er svona, við svona hefðum viljað sjá meiri kraft í því að ríki kæmi að þessari innviðu uppbyggingu með sveitarfélögunum hér á svæðinu. En í staðinn erum við svolítið sitjum uppi með þetta og þetta hefur verið gríðarleg áskorun, afskaplega skemmtileg en hún hefur verið flókin. En hvað segja til dæmis þingmenn og fjárveitingavaldið þegar þið bendið á þetta? Til dæmis bara vegasamgöngur sem að þarf heldur betur að styrkja hérna á svæðinu? Það er svo sem lítið af svörum sem við fengið varðandi þetta því miður og engar sérstakar kannski skýringar af hverju þessari atvinnuuppbyggingu fylgdi ekki fjármagn eins og mögulega öðrum greinum. Við höfum raunin ekki fengið neinar skýringar af hverju svo er. Og þið haldið áfram að benda á þetta? Já, við höldum áfram að vera svolítið óþolandi. Já, bæjarstjórinn sér fyrir sér að íbúum fjölgi enn frekar og hún kallar eftir aðkomu ríkisins varðandi uppbyggingu innviða. Stein Ove Tveiten er framkvæmdastjóri Arctic Fish sem er annað stóru laxeldisfyrirtækjanna á Vestfjörðum. Það er eðlilega í mörg horn að líta hjá framkvæmdastjóranum enda mikil og hröð uppbygging sem á sér stað fyrir vestan. Historien bak i Arctic Fish er at det var en del personer som var involvert, som så mulighetene, som så fremtiden i det som vi nå holder på med, og var veldig forutseende og fremtidsrettet i tanken da. Sammen med også at det var en tradisjon her i Tálknafjörður for oppdrett. Det har vært drevet med ørretoppdrett her, bleika, røyeoppdrett tidligere. Så det har vært en tradisjon i området da, for oppdrett. Og det var jo også en del av grunnen til at det var og ble en etablering her også, da, med tanke på tradisjon og historie. Forutsetning for driften vår er jo at vi har vann til fisken vår, og det er viktig. Og her var det en historikk på vannet. Vi visste det var vannkilde som skulle være tilstrekkelig, og at det var et godt vann for fisken da, til å drive med oppdrett. Hva slags problemer har dere møtt på veien? Vi har utfordringer hver eneste dag, og det er en del av å være fiskeoppdretter. En av utfordringene i området har jo vært det som vi kaller BKD. En bakteriesykdom som er en naturlig bakterie i miljøet, i områdene. Det har vært en sak som vi har jobbet mye med da, for å få løst. Vi har løst det per i dag. Anlegget vårt har vært BKD-fritt fra august 2018. Og det er en veldig viktig årsak til at vi er såpass bra stilt som vi er i dag på det. Hvordan får man det til? Det som vi gjorde her i investeringene på anlegget var jo at vi også har behandling av vattnet, UV-filtrering av vattnet, sånn at vi har et fritt vann da, for bakterier og sånne type ting som kommer inn i anlegget der vi har oppdrettet vårt, for å si det sånn. Ja. Men det er klart at Vestfjordene har jo vært et område der det i utgangspunktet har vært negativ tilflytning i en lang periode. Men vi ser jo en endring på det de siste årene, der vi greier å tiltrekke oss ungdom og folk som ønsker å være i disse områdene. Vi har fortsatt en jobb å gjøre i forhold til bofasiliteter, hus til folk, den infrastrukturen som vi trenger da. Men vi løser de utfordringene mens vi også går og bygger selskap og aktivitetene. Så per i dag så er vi godt stilt, og vi er veldig fornøyd med den gjengen som vi har da, og da, den nivået de presterer på i det daglige, for å si det sånn. Hvor mange har du anstalt? Ja, her på plassen så er vi vel ca. 15 stykk. Totalt i selskapet nå er vi vel rundt om 60-65. Totalt sett. Og vi venter jo en økning i antall ansatte i fortsettelsen da.
Kan du fortelle meg litt om det? Hva dere har tenkt å gjøre nå? Nei, det første steget her på anlegget er at nå planlegger vi en utbygging her på det som vi kaller steg 3 på anlegget her. Det blir en ny bygning med mer kar, med tanke på at vi skal ha større smolt, større fisk herfra, men også litt flere i antall i fortsettelsen. Og det jo da i forhold til det behovet vi ser på sjøsiden, da, der vi skal ha produksjon og forventer en noe økning i de neste årene på sjøproduksjonen også. Hvordan ser du fremtiden for Arctic Fish? Altså, det har jo for min del veldig spennende år her. Jeg kom her i 2017, og det har vært en formidabel utvikling frem til i dag. Og det som er veldig kjekt er jo at vi produserer på en god måte. Vi produserer på en miljøvennlig måte, og vi ser mulighetene, og at de mulighetene har vi også realisert i resultater for oss som et selskap. Sånn at for min del så dette her, perspektivet i min verden utrolig positivt, sånn jeg ser dette fremover. Og for hele verden? Og for det at verden trenger mat, ja. Ikke sant? Og det det handler om for vår del. Vi produserer mat, og vi produserer det på en miljøvennlig måte. Og det må jo være fremtidsrettet, sånn jeg ser det. Heimsækjum næst kvíar Arnarlax í Arnarfirðinum og fylgjumst með fóðrun í kví númer 13 á Steinanesi. Lína Magnúsdóttir dýralæknir fylgist með því að allt fari fram samkvæmt skýrum verklagsreglum. Hérna tæknin áberandi í fóðruninni. Hversu margir fiskar eru í þessari kví, svona það bil? Það í kringum 150–180.000 fiskar. Það aðeins mismandi. Í þessari í kringum 150.000 fiskar. Og svo erum við náttúrulega með grásleppu líka til að halda kvinni eins hreinn að við getum. Þetta gert, einu sinni tvissar á sólarhring? Já, eins og á veturnar þegar í raun og veru fiskurinn að melta mikið hægar og það kalt, þá erum við ekki við einu sinni. En núna að koma tímabil sem við erum bara að auka og þá verður þetta tvisvar á dag og getur tekið alveg þó nokkuð góðan tíma. Þessi fiskur sem í þessum kvíum, hversu stór hann? Hann nálgast kíló og að nálgast 1,2 kíló. Þannig að svona öllu jafnaði. Svo náttúrulega bara eins og okkur mannfólkinu sem við erum setni til, en meiri hlutin í kringum kílóið. Getið þið séð fóðrunina bara úr landi til dæmis? Þetta allt saman tölvustýrt? Já, þetta orðið allt tölvustýrt og að verða þróara og betra. Eins og sjáðu núna ræði ég algjörlega kílófjöldanum, hraðanum á fóðrunu, hvernig það dreifist og markmiðið náttúrulega að vera ekki að trufla fiskinn þannig að við séum að dæla honum beint út og láta kannski skipin vera að veltast við kvíarnar sem veldur stressi og vanlíðan. Þannig að við erum bara frá landi með góða nettengingu, getum stjórnað allt upp í 10 kvíum, 8–10 kvíum í einu. Það krefst náttúrulega smá færni og þjálfun, að lesa fiskinn. En það að ganga rosa vel. Við erum í góðum kontakt við fiskinn, við erum helst alltaf upp í torfunni, reifum fóðrunni ekki að fara langt niður, við höfum engan áhuga á því að fylla botninn á fóðri, bæði það alltaf hræðilegt fyrir náttúruna og svo það bara þvílíkur kostnaður, þannig að það hagnast allir á því að við fylgjumst vel með og fóðrum eftir bestu getu, þannig að fiskurinn sé að borða, það sé ekki bara, þetta ekkert sýningaatriði hérna. Lína segir að eftirlitið sé mikið og hún segir að þetta sé á margan hátt spennandi starfsvettvangur fyrir dýralækni. Það svo margt í þessu sem maður kannski gerir sig enga grein fyrir. Þetta svolítið gamall hugsunarháttur, fiskur, hann bara sjónum, hann syndir. Það rosa gaman að fylgjast með hegðun, atferli, fóðurhegðun, hvernig dagamunur á þeim, hvernig kuldinn og fleira. Þannig að ég hef haft mjög gaman að því og lært heilan helling á því að fylgjast með. Og svo hef ég reynt að fara, þó við séum að fóðra í landi, þá ég að fara út með strákunum, reyna að gera það með strákunum, þannig aðalega menn, reyna að gera það einu sinni í viku
Og þá labba ég allar kvíarnar og skoða aðeins hegðunina, sjónrænt á staðnum. Er eitthvað sem ég er að missa af myndavélanum, það svo sem ekki mikið að gerast. Og þá líka að hjálpa þeim eins og þeir eru að taka lúsatalningu og sinna fiskum þessu leyti, þá ég að fara nær yfir, þá ég að skoða ástand á fisknum alveg yfir höfuð. Og ef það eitthvað sem gefur mér gult eða rautt ljós, þá náttúrulega læt ég mína yfirmenn vita og það komið og tekið sýni og sendt út og miklu betri og meiri eftirfylgni. Þannig ég kannski svona fyrsta stoppið og kalla ég þá stórstrákana ef það eitthvað að, sko. En þetta miklu innihaldsríkara en ég í raun og veru var búin að ímynda mér. Já, það ekki amalegt að fara út í kvíarnar á fallegum degi þegar veðurguðirnir leika við hvern sinn fingur. Áfram höldum við að fjalla fiskeldi á Vestfjörðum og samfélagsleg áhrif atvinnugreinarinnar. Þótt stóru fyrirtækin séu eðli málsins samkvæmt mest áberandi eru líka minni fyrirtæki starfandi á Vestfjörðum í fiskeldi og selja afurðirnar á erlenda markaði einnig og svo auðvitað hér innanlands. Faðir minn fór á stað í fiskeldi 1984 og ég var einmitt að spyrja hann að daginn út af hverju hann fór í fiskeldi. En þá segir hann að fyrst þegar hugmyndin kom upp borð að fara að rækta fisk, þá fannst honum það fráleitt að ætla að fara að ala fisk til þess að vinna hann þegar var hægt að sækja hann í sjóinn. En svona erum við komin núna að þetta byrja bara í mjög smáum stíl, smá útflutningur og síðan að reykja fisk. En nú erum við farin að senda, og þá aðalega erlendis, bleikiflug. Og það bæði Ameríku og Evrópu. Hvað mikið af þessari bleikju eru þið sjálf að rækta og hvaðan fáið þið hráefni þá? Við ræktum alla bleikjuna okkar og við kaupum bæði hrogn og seiði frá Háskólanum Hólum. Við erum búin að gera það bara frá upphafi. Og stærstu markaðirnir hvar? Það er svona 50-50, Evrópa, Bandaríkin, en svo hefur reyndar innanlandsmarkaður verið að koma meira og meira inn. Ertu að tengja það við COVID eða hverju tengir það? Já, ég held það. Og maður var svolítið svona smeykur hvernig þetta færi af því að markaðirnir úti hrundu. En þá virðist bara, eftir því sem að fisksalar segja, sko, þá jókst bara salan hjá þeim. Fólk var að elda meira heima og við erum náttúrulega bara með afbragðsvöru. Þannig að kannski bara fólk koma á bragðið. Hvar elurðu það? Hvar elurðu bleikjuna? Við erum með fiskeldi hérna á 3 stöðum. Það heitar Hvítilækur og Hjallar og Keldiri. Þetta eru þessi 3 staðir sem við erum með hér. Og það svona kannski helgast af því að þar vatnið. Þetta ekki sérstaklega hagkvæmt að vera á 3 stöðum, sko. Þó að sé ekki fjarlægðirnar að þá það svona meira rútt fram og tilbaka. Hvernig sérðu þetta eftir 10 ár? Hvað ætlar að hafa tungu sílum? Ég ætla að hafa mun framan hann í dag. Það alveg, og við erum svona í svona þróunarvinnu með að vinna meira fullvinna og bara beint á diskinn eða þannig hjá kaupandanum. Starfsemi stóru fiskeldisfyrirtækjanna eykst hröðum skrefum og útflutningur þar með, enda eru afurðirnar að langstærstum hluta sendar á erlenda markaði. Flutningafyrirtækið Akstur og Köpun á Patreksfirði sér að stærstum hluta að flytja hráefnið frá Vestfjörðum til útflutnings og eigandinn ekki par sáttur við ástandið á samgöngum fyrir vestan. Fyrirtækið hefur stækkað samhliða aukinni framleiðslu og í dag eru trailerarnir, flutningabílarnir 15 talsins og bílstjórum fjölgar ár frá ári. Það vantar alltaf menn og maður er alltaf að bæta mönnum og loksins þegar maður er búin að bæta mönnum og þá auka þetta og þá þarf alltaf að vera að bæta aftur mönnum en þetta er vinna. En þú með 15 stóra trukka núna, þú sérð væntanlega fram á þú þarft að fjölga þeim töluvert. Það verið að tala að fiskeldisfyrirtækin komi til með að stækka í framtíðinni. Já, ég hefði nú viljað hafa þetta minna. Þetta má ekki vera óþægilega mikið. En jú, við reynum bara að gera okkar besta í þessu. Og
og við vinnum mjög vel með þeim og við losum á öllum stöðum, Eimskip, Samskip, Smýril, út allt og það gengur bara mjög vel. Þannig að bílstjórarnir hjá þér, þeir kannski vita ekkert endilega að morgni hvert þeir eru að fara? Nei, við reynum að setja þetta upp en þeir hafa verulega á stað á Seyðisfjörð og þá er þeim snúið við og fara til Reykjavíkur eða til Vestmannaeyja og það er bara, við reynum að redda því. En þetta er ekki bara fiskur, þeir eru að flytja þá vantilega kvíar líka og alls konar varahluti og svo frauðplastkassa til þess að fara með aftur í útflutningin? Já, sko fyrst er þetta komið, þá keyrðum við öllum kvíunum hérna vestur og sem betur fyrir þetta nú fara að koma með skipum núna hérna og þannig að við löndum með skipunum hérna. Svo nú okkur skipum daginn, það var nú lítið í því en það voru 270 rör og allt sem því fylgir, rammarnir og allt sem fylgir kveðnar. Við keyrum því hérna út á flugvöll sem þetta soðið saman og síðan erum við að flytja allar umbúðir vestur og bara allt sem þeim vantar, salt og bara þetta eru bara helvíti miklu flutningar í kringum þetta. En þú ert nú þokkalega spakur núna þegar veðrið er svona gott en yfir vetratíman þá getur þetta nú verið svona ansi töff bara fjallvegirnir hérna fyrir vestan. Já, það má segja svona þetta getur orðið þreytandi þegar vegagerðin er með allt niður sig á veturnar. En ég hef vonað nú að þeir komi til en þeir hafa nú hjálpað okkur þokkalega svona ef við höfum ringt í þá það var alltaf farið á stað. En þessi fjallvegir, þeir hljóta að vera ofta tíðu mjög erfiðir fyrir svona stóra trukka, kannski hátt í 20 tonn í eftirdragi? Jú, þetta er erfiðast hérna á milli, Patreksfjarðar og Bíldals. Það er bara, við erum, ef þú tökum til með suðurleiðina, hérna á suður, norðaustanáttin er mjög leiðileg fyrir okkur hérna suður. En suðvestanáttin er erfiðust hérna á milli Bíldals og Patreksfjarðar og mikil úrkomi inni. Þannig að og þessar brekkur þessi bílar eru ekkert hannaðir í dag fyrir þessar brekkur eða þessar drullu slóða. Þannig að ég myndi segja já, það væri svona það erfiðast í þessu. En hvernig sér þú fyrirtækið þitt svona vaksa á næstu árum? Það er bara að hringja í umboðin og panta fleiri stóra trukka? Já, maður hefur nú flutt held ég átti helminginn inn að þessu sjálfur bara en nýju bílana tökum við alla í gegnum umboðin og þeir standa sér svona þokkalega í þessu en þetta er bara þetta reddast allt. Já, útflutningurinn er mikill og eykst hröðum skrefum og þar með stækkar floti þessa flutningafyrirtækis. En höldum þessu næst í seiðaeldisstöð Arctic Fish í botni Tálknafjarðar. Nancy Helgadóttir er líftæknifræðingur. Starf hennar er margþætt en síðast en ekki síst mikilvægt. Hún er fædd og uppalin á Tálknafirði, fluttist vestur á heimaslóðir og fekk starfið hæfi. Starf líftæknifræðings hér er svolítið margþætt. Það er í rauninni allt frá því að fylgjast með vatni og upp í akkurat það sem við erum að gera núna athuga hvort að við séum tilbúin að setja fiskinn frá okkur í sjókvíar. Þannig að þetta er rosalega mikið gæðamál og hvað snýr að heilbrigði fisks og velferð hans. Þannig að þetta eru rosalega mikið að rannsóknum. Við skoðum vatnið, allt vatn skoðum við einu sinni í mánuði. Vatn sem er, af því við erum endurnýtingarkerfi, þá skoðum við ákveðna þætti í öllu vatni einu sinni á dag. Og svo er þetta eru bakteríumælingar, þetta eru blóðsýnatökur, þetta eru útlitsskoðanir, sjúkdómssýnatökur. Þetta er bara, já, í rauninni nánast hvað okkur eftir í hug. Hvað kemur í veg fyrir, eða hvað er það sem kemur í ljós þegar þú getur ekki sett fiskinn, hvenær er hann ekki tilbúin að fara út? Það við sjáum það rosalega mikið á útlitin á hana. Hvernig hann er. Ef hann er orðinn svona fallega silfraður og svolítið svona dökkur þá er hann oftast nær tilbúinn en svo tökum við blóðplasman eins og við erum að gera núna og mælum og þá sjáum við gildin. Og ef að gildin eru of há þá þýðir það að osmósan í fisknum hefur ekki snúist við. Hann þarf sem sé að vera búinn að snúa osmósunni við til þess að geta farið í saltið. Af því að við erum náttúrulega bara öðlum hann í fersku
og hann þarf að bara eins og hann í ánum og hann í rauninni, þetta bara það ferli sem að fer úr ánum og yfir í sjó. Þannig við bara erum að fylgjast með þessu. Af því að við erum náttúrulega að setja fisk út sem ekki tilbúin, þá náttúrulega lifir hann ekki af í sjón. Þannig að það skiptir okkur miklu máli, alveg eins og umhverfið, að við séum ekki að setja út afurð sem að ekki að höndla náttúruna. Nú græjan klár. Nú græjan klár. Hvað finnur út þá? Það góð spurning. Ég hugsa nú að þessi sé alveg bara í góðu róli. Þetta eru sýni úr fisk sem á að fara út núna næstu helgi. Þannig að þess vegna tökum við tökum yfirleitt 2 svona sýni til þess að meta það hvort hann sé ekki alveg örugglega tilbúinn. Og gerum það yfirleitt akkurat vikuna. Þetta er seinna sýnið. Tókum sýni í síðustu viku og þessi fiskur áætlaður út á laugardag. Þannig að þetta er svona viku áður. Eru margir líftæknifræðingar að vinna hérna? Ég er ein hér. Já. Og ein hér á Suðurfjörðunum eftir því sem ég veit best. Þú ert frá Tálknafirði? Ég er frá Tálknafirði. Hvers virði var það fyrir því þá að fá starfið þitt hæfi? Það bara skiptir öllu máli. Sérstaklega með fullt af ungum börnum þá skiptir það bara rosa miklu máli. Hér er ég líka nálægt mömmu og pappa og ömmu og yngsti bróðir minn býr hérna líka. Þannig að ég er með svolítið svona öryggisneti mitt í kringum mig. Þannig að það er svo gott að geta alið börnin sín upp í því umhverfi sem maður þekkir. Og ólst sjálfur upp. Það er svona mikið ákveðið frelsi sem fylgir því líka. Og þannig að... Ertu sátt við þessa niðurstöður? Ég er alveg bara mjög sátt við þessa niðurstöðu. Allavega hér úr fyrsta sýni. Það er bara ljómandi. Það segir mér bara það sem að mig grunaði að hann er alveg fullkomlega tilbúinn að fara út í sjó. Það þýðir þá væntanlega líka að það hefur allt verið hárrétt gert inn í stöð? Jú, það náttúrulega skiptir öllu máli líka. Upp á hvernig hann hefur verið meðhandlaður fram að því. Að þessan tíma. Það skiptir allt máli, alveg frá því að fiskurinn kemur inn sem hrogn og þar til hann fer í sjó. Þetta skiptir allt miklu máli að það sé rétt hitastig, sé rétt fæða, það sé rétt gæði á vatninu. Þetta skiptir allt. Þetta spilar allt saman. Hvers virði finnst þér það svona faglega sér að þið séu að verða organic stöð? Þetta hvað ég segja? Þetta er það jákvætt á allan hátt. Þetta er náttúrulega ákveðin svona prósess sem maður þarf að kynna sér betur og passa, það ýmislegt sem maður þarf að meta og vega. En jú, auðvitað er þetta jákvætt og sem bæði fyrir okkur og fyrir umhverfið. Það náttúrulega skiptir miklu máli að vera jafnfætis í því sem að kröfur landsmanna líka liggja í. Það er líka, við þurfum að sýna þessa samfélagslegu ábyrgð líka og það skiptir miklu máli. Fiskeldisfyrirtækin þurfa verulega þjónustu frá allskyns fyrirtækjum. Þetta er vélaverkstæði Logi á Patreksfirði sem þjónustað hefur sunnanverða Vestfirði í áratugi. Starfsmenn Loga sinna margvíslegum verkefnum fyrir fiskeldið og nú er svo komið að stór hluti veltunar eða 1/4 er vegna fiskeldis og framkvæmdastjórinn sér fyrir sér að þetta hlutfall hækki frekar en hitt. Það hefur bara haft mjög jákvæð áhrif og hefur verið mikið drift í verkefni fyrir þá, unnið mikið fyrir þá. Hvaða verkefni eru þetta helst? Við höfum verið að endurnýja vélar í bátum fyrir þá og viðhaldsverkefni allavega og svo smíði og uppsetning á tækjum og fyrir Arctic Protein til það settum upp vinnslustöð fyrir þá fyrir melduna og ýmislegt annað. Þannig að þetta skiptir ykkur miklu máli? Þetta skiptir okkur mjög miklu máli. Og allt samfélagið, þetta skiptir allt máli. Gerðu þér grein fyrir hversu stór hluti veltunar er beinlínis vegna fiskeldis? Já, það er svona kringum 25% á veltunni sem að skiptir náttúrulega miklu máli. En hvað sýnist þér svona upp á framtíðina? Ég held að þetta sé bara jákvætt og þetta er bara eftir að stækka held ég. Mann sýnist það. Þannig að þú sér fram á áframhaldandi verkefni fyrir fiskeldið? Já, ég vona það. Það er stöðug uppbygging hjá þeim.
En hefur það á tilfinninguna að fiskaldið svona beini sínum viðskiptum sérstaklega til heima fyrirtækja ef það hægt á annað borð? Já, ég myndi segja það. Þeir hafa verið hliðhollir okkur og látið okkur vinna fyrir sig. Og ég held að það hafi bara reynst þeim og okkur mjög vel. Hvað með tækjabúnað, ertu sæmilega græjaður til þess að þjónusta fiskaldið? Já, við erum svona þokkalega græjaðir, en alltaf má bæta sig. Frá Patreksfirði liggur leiðin til Tálknafjarðar, þar veitingahúsið Hópið sem opið allt árið. Eigandinn segir að slíkt væri tæplega vinnandi vegur ef fiskaldið væri ekki til staðar. Algjörlega. Fyrst, sérstaklega í byrjun þegar þeir voru að byggja upp, voru allir í mat hérna í hádeinum og fæði og líka á kvöldin. Svo það hjálpa helling til og ennþá í hádeinsmat og koma reglulega á kvöldin og ef það eru fundir þá eru fundahaldin hérna líka og svo það munar af ótrúlega mikið þetta að hafa það. Þannig að þú finnur virkilegan mun frá því að það byrjaði og heldur eins og áður. Já. Hvernig sérðu Hópið vaksa? Ætlar að hafa þetta eins eða ertu að hugsa að breyta einhverju? Það breytingi, við erum að hugsa breytingar. Það þarf bara að fara aðeins að kýla á þetta og gera þetta með þetta. Breyta aðeins byggingar og svona ýmislegt sem að það pussa upp og svona. Þetta svolítið styrkur í samfélaginu hérna á Tálknafirði? Bara þessi, hvað við eru að passa hvert annað eða hjálpast? Já, það það. Við hjálpum virkilega að og passum upp á hvort annan. Og man mjög heppin, virkilega góða vinkonar og starfsfólk. Virkilega, sko. Fiskvinnslufyrirtækið Oddi hefur í áratugi verið burðarásinn í atvinnulífinu á Patreksfirði. Nýjasta nýtt hjá fyrirtækinu laxavinnsla, hráefnið keypt af laxeldisfyrirtækjum á svæðinu. Fjárfest hefur verið í fullkomnum tækjabúnaði, laxinn kemur til vinnslu að morgni og síðar daginn eru laxaflökin komin á flutningabíl á leiðin á erlenda markaði. Með þessari nýjungi starfseminni nýtist þekking starfsmanna við vinnslu og sölu sjávarafurða. Þannig að körin sem laxinn í snerta bara gólfið í vinnslunni hjá okkur, vörubílinn og gólfið hjá Arnarlax. Svo það sem að gerist að við flokkum laxinn eftir stærðum og svo bara keyrum við ákveðna stærð sem við viljum. Og eins og af tækjum þá erum við með karaliftu og sem það byrjunin á vinnslunni. Notum hana til að sturta fisknum inn á hausarann. Allt handhausað, það ekki vélarhausað. Svo erum við með Marel MS2730 flugkunarvél sem bara nýjasta Marel-græjan og tryggir okkur góð gæði og góða nýtingu. Og svo erum við með svona aktív snirtiband sem keyrir áfram, stoppar ekki. Þannig að það er líka nýtt og þar eru konurnar að snirta, að kalla. Og svo erum við bara með pökkunarstöð þar sem við pökkum laxunum og setjum hann á bretti og í raun og veru þá fáum við heilan lax hérna inn og svo fer hann bara í umbúðum út. En hvert hlutverk gæðastjórans? Það alltaf bara að fylgja eftir öllum ferlinum og allt sé í lagi, að hitastigið sé í lagi þegar hann kemur, hvort það sé athuga, hvort það sé einhverjir gallar í fiskinum, hvort það sé einhverjir dökkir blettir eða svoleiðis. Og svo náttúrulega að fylgjast með öllum bakteríuflóru, fylgjast með listeríusmit, fylgja í rauninni öllu eftir, bæði hitastigi og öllu tengdu því. Hvernig fer slátrunin fram á laxinum? Laxinum er dælt lifandi úr brunnbát inn í vinnsluna hjá Arnarlax og þar er hann í rauninni rotaður og blóðgaður síðan með svona sjálfkrafa vél. Bara svo að valdi sem allra minnstu stressi, sem veldur náttúrulega betri gæðum á fiskinum. Og þar á eftir fer hann í blaðið tank þar sem hann blæðir út í svona 20-30 mínútur. Og fer svo í gegnum vinnsluna, slægingu og þannig til hann kemur til okkar. Ég sá að þú varst að horfa eftir litnum á honum. Hvað er það sem þú sækist eftir í sambandi við lit? Við viljum hafa hennar svona, við notum svona ákveðna stiku til að meta litinu og við viljum hafa hann frekar dökkurauðan en náttúrulega ekki of dökkan. Ef hann er ljósari þá er fiskurinn annarkvort eitthvað veikur eða þá orðinn kynþroska sem við myndum þá flokka í svona annars flokks fisk. Þannig að við þurfum að fylgja eftir að allt sé verið að flokka þeir sem er að pakka hjá okkur, að það sé ekki að pakka
svoleiðis ljósari fisk eða þá eitthvað gölluðum. Gallarnir geta verið alls konar, bæði vélin getur verið að valda göllum og bara almennt eitthvað líffræðilegt í fiskinum. Hvert var þessi fiskur að fara? Þessi fiskur fer bara í skip og til Frakklands. Og verður komin út eftir hvað langan tíma? Hvenær kemur hann þangað? Það spurning. Hann fer út á föstudaginn og kemur út mánudaginn. Nei, ég þarf ekki að fara með það. En þetta tekur mjög stuttan tíma? Já, þetta er mjög hratt ferli. Því að fiskurinn er alltaf komin hingað bara nokkrum klukkutímum eftir hann er slátrað. Sem við erum í rauninni vinnsla sem að byggjum upp á því að vinna fiskinn áður en hann fer í dauðastyrnun. Sem veldur náttúrulega ekstra góðum gæðum að fiskurinn fara ekki í gegnum dauðastyrnun fyrir en eftir að við erum búin að slátra honum. Og þá getum við rauninni nýtt tímann sem við erum að flytja fiskinn út í bæði skipi og flugi til þess að fiskurinn fari í gegnum svo dauðastyrnun og sé þá tilbúinn til lausn í rauninni þegar hann kemur út. Hvernig vilt þú að dagurinn sé þannig að þú farir sáttur heim á kvöldin? Það náttúrulega, það sem skiptir miklu máli mórallinn hjá fólkinu aðalega. Það að fólk vill vinna saman og þá náttúrulega gengur vinnan betur en það bara, ég minna, engin bylví og flottur fiskur og nóg fiski og það bara svona, já. Þannig að allir dagar séu bara vel nýttir í það að geta framleitt lax. Og þú hefur 2 tungumál á takteinum, þú talar bæði íslensku og pólsku, það ekki kostur í þessu starfi? Jú, það mjög mikill kostur að geta tjáð sig við landana mína. Það mjög mikill kostur fyrir okkur öll. En fyrir gæðaeftirlitið, hvernig vilt þú hafa daginn þinn þannig að þú leggist glöð á kottan? Ég vil alltaf bara hafa allt sé í röðu reglu og allt sé bara í toppstandi. Og í rauninni bara að allir, eins og Matti sagði, allir séu tilbúin að taka þátt af því að það náttúrulega sést fólk í þrifum og að fólk sé að virða þær umgengnisreglur sem séu í húsinu. Þannig að ef að allir eru tilbúin að taka þátt og vinna saman þá gengur allt vel og maður fyrir sáttur að sofa. Já, hérna þarf alltaf að vera eftir bókinni, enda kaupendur kröfuharðir. Íbúum sveitarfélagana þar sem áhrif af fiskeldisins gætir fjölgar. Sveitarstjóri Tálknafjarðarhrepps segir að samfélagslega áhrif fiskeldisins séu greinilega víða og hann bjartsýnn á framtíðina. Það rauninni ennþá verk að vinna í að byggja upp innviði af því að þessi þróun búin að gerast á mjög stuttum tíma. Það eru 10 ár síðan þessi uppbygging stóru fiskeldisfyrirtækina byrjaði hér í firðinum. Þannig að við erum ennþá bara í þessum verkefnum að tryggja það að innviðir og þjónusta sé þannig að við getum staðið undir þessari starfsemi sem er í gangi. Hvernig þrifist Tálknafjörður án fiskeldis? Það væri þröngt hérna mannlífið í þessum firði ef þessi innspýting hefði ekki komið hérna inn. Það hefur dregið saman í sérstaklega fiskvinnslu og aðeins í útgerð í firðinum. Þannig að hér komin ný stoð undir atvinnulíf og mannlíf hér á sunnanverðum Vestfjörðum. Hvaða margfeldisáhrif hefur það? Hverslags störfum hefur til dæmis fjölgað? Hvaða störf eru hérna í dag sem voru ekki þá? Við getum nefnt sem dæmi sérhæfð störf í seiðaeldisstöðunum sem eru hér tvær í Tálknafirði. Að það þarf fólk með sérþekkingu inn á þessar stöðar sem vinnur hér, fólk sem byggir þá sitt líf upp hér á sínar fjölskyldur hér og það sína þjónustu hér og síðan öll þessi þjónusta sem í kringum þessi fyrirtæki. Hér þarf ýmiss konar þekkingu til þess að þjónusta þessa starfsemi. Hvað með tekjur til sveitarfélagsins? Eru þær sanngjarnar að þínu mati frá fiskeldisfyrirtækjunum? Ég tel að við eigum, við þurfum að eiga þetta samtal. Við séum ekki komin á endapunkt með það hvernig þessi fyrirtæki eru að gefa af sér til samfélagsins og þá ég að tala það tekjur sem hið opinbera, sveitarfélögin hafa og við höfum af þessum fyrirtækjum tekjur úr
annars vegar af bara fasteignatekjur af fasteignunum sem þær reisa eins og hverju annarri starfsemi, tekjur og sjálfsögðu í útsvarstekjur, auknar útsvarstekjur af því fólki sem vinnur hjá þessum fyrirtækjum, en þessi fyrirtæki líka bara í sinni starfsemi að nýta sér aðstöðu sem sveitarfélagið byggir upp, samanber Hafnaraðstöðu, og þar finnst okkur hjá sveitarfélagunum að fyrirtækin, og ég veit að þetta er sjónarmið sem fara ekki alveg saman hjá fyrirtækinum og sveitarfélaginu, að þar finnst okkur fyrirtækin þurfa að gefa meira á sanngjarna máta inn og við eigum í samtali þar með þau gjöld sem þau greiða fyrir þjónustu sem þau nota á Hafnarsvæði. Ef þú lítur 10 ár fram í tíman, hvar sérðu Tálknafjörð þá í samvinnu og samstarfi við fiskeldisfyrirtækin? Ég held að styrkleikur Tálknafjarðar er þessi uppbygging á seiðaldisstöðunum sem er hér. Það er mikil fjárfesting í þessum stöðum og þær eru hérna til að byggjast upp og starfa áfram og ég sé að til framtíðar muni, hvað var það fiskeldið, muni starfsemin stórum hluta byggjast upp í kringum þessar stöðvar, en að sjálfsögðu líka síðan eldið sem fer fram út af firðinum og svo starfsemi, það má ekki gleyma því að töluvert mikið starfsemi líka í þjónustunni við kvíarnar sem eru út á firðinum, og ég sé ekki annað heldur en að þessi starfsemi eftir að vera stöðug og sterk og undirstaða ein af undirstöðunum undir mannlíf hér í þessum firði. Í næsta þætti höldum við áfram að fjalla fiskeldi á Vestfjörðum og samfélagsleg áhrif þess. Þessi þáttur var unnin í samstarfi við Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi.